Keir Starmer skerði tjáningafrelsi borgara í Bretlandi með orwelliskum aðferðum. Ríkissaksóknari krefst þess að ríkissaksóknari sé leystur frá störfum fyrir að upplýsa almenning stöðu mála eftir að fjölskylda hans var offsótt og Pretty Boy Choco sagt upp störfum fyrir nauðgunarbrandara. Hvernig tengist þetta allt? Það það sem ég ætla að ræða hér í dag. Þið eru að hlusta hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag fimmtudagurinn 15. ágúst. Jæja, margt í bígerð. Mér langar að byrja á því að kynna og minna á live viðburð sem að ég mun koma til með að halda þann 24. september næstkomandi með Heiðari Guðjónsinni og Þórði Pálssyni. Eins og ég segi, 24. september, skráið það niður, reddið pössun fyrir hundin eða börnin, mætið því að þetta verður geggjað. Málefnin sem að við munum koma til með að ræða munu eflaust snúast svolítið, eða ráðast eftir málefni líðandi stundar og ég mun koma inn á það síðar og svona þegar það kemst betri mynd á það, að segja hvað við ræðum. En þetta verður klukkan 8 þegar börnin eru farin að sofa, 24. september í mínigarðinum og ég ætla að hafa frítt inn núna. Þetta svolítið test hjá mér langar að hafa þetta mun oftar. En þetta svolítið umstang, það eru þó nokkrir aðalar sem að ég hef rætt að halda svona atburð með og ég ætla að kynna þá síðar. Ég ætla að hafa, eins og segja, þetta verður frítt til að byrja með og sjá hvernig þetta gengur. Ég hef náttúrulega gert þetta einu sinni og þá með Brynjari Níelsinni, en nú tel ég þetta vera á betri stað. Mínigarðurinn með mjög góða aðstöðu fyrir þetta og ég held, eins og segja, þetta verður hörku stuð. 24. september, liveshow hlaðvarpsins, Ein Pæling, Heiðar Guðjónsson og Þórður Pálsson og náttúrulega undirritaður að ræða hinn ýmsu mál. En ef að þú vilt styrkja þetta framlag og öðlast aðgang á öllu efni hlaðvarpsins, Ein Pæling, þá má gera það með því að fara inn á pardus.is/Ein Pæling. Áskriftin bara 990 krónur, það ekkert í dag sem að kostar 990 krónur eða svona hér bil. Nema þetta hlaðvarp, þannig að það engin afsökun fyrir því að gera það ekki. En þú færð ekki bara aðganga efninu sem að segja hlaðvarpinu Ein Pæling og þessu og öðru, heldur gerir þú mér einnig kleift og styður við það að ég sé að búa til þetta efni fyrir þig og þína á þessum vettvangi. Þannig að pásaði myndbandið, hoppaði yfir á pardus.is/Ein Pæling og styrktu þetta framlag. En eins og ég nefndi í upphafi, þá langar mig að ræða svona 3 hluti í ákveðnu samhengi. Ég ætla að ræða fullt af öðrum hlutum en sérstaklega þessa. Annars vegar það framganga breskra stjórnvalda þessa dagana sem að eitthvað sem að svona eiginlega það sturlaðasta sem maður hefur séð í mjög langan tíma. Það langar mig að setja í samhengi við tvennt annað sem hefur verið að gerast nýlega hér á landi. Annars vegar það sem hefur náttúrulega mikill athygli sem að snýrað Helga Magnúsi Gunnarsinni, vararíkissaksóknara, og það hvernig hann tjáði sig hópa samfélagsins sem að hann telur illa aðlaga samfélaginu á Íslandi og eftir að þeir koma til landsins, og hins vegar það náttúrulega það að Pretty Boy Choco sem að fyrir þá sem ekki þekkja tónlistarmaður sem að klæði sig einkennilega. En honum var vikið úr starfi fyrir það að segja nauðgunarbrandara. Og eins og segi, mér langar að svara svolítið þeirri spurningu hvort að það sé hægt að segja að fyndi nauðgunarbrandara. En áður en að við förum í þessi 3 málefni, þá langar mig að hefja mál mitt og ræða svona eins málefni líðandi stundar og svona eiginlega þá hluti sem að maður hefur svona verið að fylgjast með í dag. Mér langar að byrja stuttlega á því að ræða enn og aftur umræður sem hafa að gera með skólakerfið. En það hefur verið, hvað hefur segja, svona ánægulegt að sjá það að þetta mál hvergi að fara. Það að segja að þetta ennþá námikill athygli. Það hefur náttúrulega verið talað það að það hefur verið svona, þetta málefni hefur náð svona ákveðin athygli þegar PISA-kanninn komið út, en svo einhvern veginn missi fólk áhugaðan og byrjar að hugsa eitthvað annað. En núna virðist vera annað upp á teningnum, sama hversu mikið hagsmunaaðilar telja sig geta viðhaldið óbreyttri stöðu með því að svara ekki þeirri gagnrýni sem að berst. Og sko það hefur náttúrulega borið hans á því að fólk tala til dæmis lestur í þessu samhengi og mér langar reyndar ég ætla að lesa úr þessari bók. Ég ætla að koma að þess aðeins síðar en mér finnst það bara gott hérna. Þetta sem sagt bók sem að heitir Glorious Liberty og eftir Damon Root. Ég hef fjallað hana nokkru sinnum áður í hlaðvarpinu Ein Pæling, en þetta sem sagt bók sem að fjallar Frederick Douglass sem að náttúrulega
svona hvað ég var að segja, svona helsti baráttumaður, hann lagði rosalega mikið grunn af baráttu svartra í Bandaríkjunum og umbreytti svona þeirri baráttu til hins betra og lagði grunn af því að hægt var að halda áfram að berjast fyrir réttindum svartra. Og eins og Damon Root nefnir í upphafi bókarinnar þá hann svona örugglega ekkert síður mikilvægur heldur en svona þeir sem hafa verið kallaði svona the founding fathers í samhengi við réttindabaráttu Bandaríkjanna í heild sinni. Það er að segja allt frá því að þeir náðu réttindum sínum frá Bretunum. Ég ætla nú ekki að nefna, ég ber svo mikla virðingu fyrir þessu manni að ég flúraði hann á mig, ég veit ekki hvort ég sjáu þetta hérna, en ásamt hérna frelsisyfirlýsingu Bandaríkjamanna. Og hann einnig hérna með 54. Fótgöngulega sveit þrælastriðsins sem var barðist fyrir bandalag Norðurríkjana, sem var fyrsta sveit Bandaríkjahers sem var skipuð þeldökkum og gerðist fræg fyrir að hafa barist í Fort Wagner í Suður Karolínu árið 1863 ef ég er að muna rétt. Þar sem að þeir létu lífið en fengu mikið lof fyrir hugrekki sem að þeir sýndu. En eins og segi, þetta var út úr. Í bókinni fjallað það hvaða áhrif það hafði á Frederick Douglass að læra að lesa. Og ég ætla að lesa aðeins upp úr þessari bók. Og þetta á blaðsíðu 13. Hérna, og eins og segi, þetta þessi hérna bók. Ég mæli eindregið með því að þið lesið hana út af því að hún hefur ótrúlega mikið með frelsi einstaklinga að gera. Og þetta sem sagt Frederick Douglass að lýsa því hvaða áhrif það hafði að hann lærði að lesa. It happened because he was learning to read. The frequent hearing of my mistress reading the Bible, for she often read aloud when her husband was absent, soon awakened my curiosity in respect to this mystery of reading, and aroused in me the desire to learn. He recalled, þar að segja Frederick Douglass. So he asked his mistress, Sophia Auld, to teach him, and she readily agreed to do so. Miss Auld evidently regarded me simply as a child like any other child. Douglass later observed, she had not come to regard me as property. Once she had taught him the alphabet, Frederick was off and running, able to spell words of 3 or 4 letters. Proud of her teaching, Sophia Auld told her husband about the literary accomplishments. He responded with shock and fury. Þannig að segja að hún, þessi hjákona þrælahaldarans, hafði kennt honum að lesa, sem hann alltaf gerði hann mjög reiðan. Svo heldur þetta áfram. Learning to read would forever unfit Frederick for the duties of a slave. Douglass heard Auld berate his wife. He should know nothing but the will of his master and learn to obey it. As it happened, this proved to be a very valuable lesson for the young boy to hear, although it did not exactly impart the sort of instruction that Auld might have wanted. His discourse was the first decidedly anti-slavery lecture to which it had been my lot to listen. Very well, thought I, knowledge unfits a child to be a slave. Og það þetta sem ástæðan fyrir því að mér langaði að lesa þetta allt. Þetta og eins og þið sjáu, þá það mjög athyglisvert að hvað það lögð mikil áhersla á það að hann lærði ekki að lesa og að það væri í rauninni óþökk þrælahaldarans sem kannski, eins og það mikilvægast að breyta í þessu. Því að lestur lykill af árangri á hennum ýmsu sviðum, en það líka lykill af því að vera sjálfbæra einstaklingur sem getur komið öðrum að gagni, og það sem náttúrulega mikilvægast að vera ekki háður öðrum. Og nú eins og gluggir hlustendur mínu vita, þá hef ég rætt lesblindu og stöðu drengja á ýmsu vegu og frá hennum ýmsu vinklum. En það sem hefur verið ótrúlegast að fylgjast með í allri þessari umræðu að það fólk innan kerfisins sem telur það einfaldlega ekki vera mikilvægt að ungi strákar læri að lesa, heldur virðist vera lögð meiri áhersla á það að hylja upplýsingarnar frá foreldrunum, það er að segja, passa upp á það að foreldrarnir öðlist ekki þessar upplýsingar það hvernig ungir krakkar að standa sig í skólanum. Það sem að þau, eins og leggja á sig til þess að halda því þannig, mæta í viðtal eftir viðtal til þess að ræðum það að samanburður og töluleg gögn sé nú bara ekki mikilvæg. Raunin náttúrulega sú að tölulegar upplýsingar sýna fram á náttúrulega í dag hræðilegar niðurstöður sama hvar drepið niður.
Viðskiptaráð birti ég held að 12 ára niðurstöður nýverið þar sem að þeir voru að fjalla réttilega gögn og svona hvernig það mátti ekki hvernig þeim hafi verið haldið frá foreldrunum. Þetta var, eins og segi, þetta var staðan árið 2012 en eins og þið sem að sjáið sem að eruð að horfa á þá var þetta Álftamýrarskóla, Réttarholtsskóli og Víkurskóli og Háteigsskóli sem að voru að koma svona best út á meðan Klébergsskóli, Fellaskóli, Rimaskóli og Hólabrekkuskóli voru að koma hvað verst út. Og eins og segi, þá var þetta 12 ára gögn og því var mjög áhugavert að sjá hvernig staðan í dag og svo að það sé nú líka sagt þá þetta gögn sem að koma til með að bæta náttúrulega úr skák eða hefðu komið til með að bæta úr skák þarna en náttúrulega við þurfum að hafa þessi tölulegu gögn til þess að tekna sér ákvarðanir það hvernig betur með snúa þessum hlutum. Þú lagar ekki hluti með því að ráðast í einhver svona alhliða aðgerðir sem ekki að einblína á neinn sértæk verkefni. Heldur með því að athuga hvar hlutinir þurfa að fara betur og hvernig einblína megi á þá. En eins og segi, þá eru bara hagsmunaaðilar sem vilja ekki leyfa slíkt. En eins og segi, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta endar, það verður bara áhugavert að fylgjast með þessu en eins og segi, það er rosalega gott að fylgjast með því að þetta ekki bara eitthvað ég búin að vera að fjalla það áður að svona undanfarin 2 ár hef ég náttúrulega bara verið að tala þetta og mér finnst bara eins og maður sé öskra í tómið en núna það virðist verið einhver breyting það sé ekki bara óþol út af svona hinum ýmsu öðrum málum eins og efnahagsmálum og húsnæðismálum sem langar reyndar aðeins að koma inn á líka. Ég hlustaði á 2 viðtöl í dag á Bylgjunni, annars vegar við ofangreindan Heiðar Guðjónsson sem að kemur fram á liveshow hlaðarsins, ein pæling, 24. september, næstkomandi, takkið niður daginn, takkið daginn frá, svo ég komið því nú aftur inn. Þar sem hann var að tala efnahagsmálin og útgjaldafyllir í ríkisstjórnarinnar. Ég vil að þið hlustið á þennan bút úr viðtalinu við Heiðar Guðjónsson í bítinu. Vaxtaákvörðun seðlabankastjóra og margir sem bara spá því að vextir verða ekkert lækkar hér fyrir bara einhvern næsta ári jafnvel bara til 1,5 ár. Einmitt. Ríkisstjórnin bendir á seðlabankastjóra og segir hann vera vondakallinn? Já, einmitt. Þetta svona hálf kjánalegt allt saman vegna þess að sökin liggur öll hjá ríkisstjórninni og það var þannig að þegar þessi margumtalaði heimsfaraldur gekk yfir þá vissi fólk ekki hvað framtíðin bæri skauti sér og gripi til mjög róttækra aðgerða og Seðlabankinn lækkaði mikið vexti og hjálpaði þannig heimilunum í að greiða af lánum og öðru og á móti kom að fasteignaverð hækkaði en ríkisstjórnin hins vegar fór að eyða langt efni fram og svona uppsafnaður halli og fjárlögum að nálgast 600 milljarða út af aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Þannig að þegar Seðlabankinn fyrir síðan að draga tilbaka vaxtalækkanirnar fyrir að hækka eftir vexti þá heldur ríkið bara áfram að eyða efni fram. Og þegar ríkið í raun og veru eyður efni fram þá þurfa þeir að gefa út skuldabréf. Þeir þurfa í raun og veru að prenta peninga. Og þessi skuldabréf útgáfa sem núna að koma og að aukast að hún lyftir upp vöxtum. Það bara meira framboð af íslensku krónum sem verðfelli krónur og heldur vöxtum háum. Þannig að við höfum ekki séð svona háa raunvexti á markaði bara í meiri 10 ár. Þannig að sökin hjá ríkisfjármálunum, hún ekki hjá Seðlabankanum. Og það sem gerist þegar ríkið svona umsviða mikið, það ryður einkaaðilum út af markaðnum. Vegna þess að einu sem getur greitt þess að háu vexti, það ríkið. Þeir bara prenta meiri peninga, þeir bara skuldsetja sig meira. Þannig að enda sér maður það að hlutfall hins opinbera á Íslandi alltaf að aukast. Hlutfall opinbera starfsmanna, hlutfall hins opinbera af hagkerfinu. Þannig að það hefur svona verið að ryðja einkaaðilum út af markaðnum. Athugið það sem hann nefnir, við erum í rauninni að taka út lífskjör sem að munu koma til með að verða borguð af einhverjum öðrum, það að segja framtíðar kynslóðum. Og ég myndi aftur á móti bæta við þá athugun og benda á að við erum líka að rýra lífskjör dagsins í dag vegna þess að eftir því sem að opinberum starfsmönnum sem að sinna ekki grunnþjónustu fjölgar og ríkið spólar inn fjármagni á staðið þar sem engin framþróun á sér stað, þá einnig verið að beita mannafla, fjármagni og aðföngum á rangan máta sem að kemur beint niður á þeim lífskjörum sem að við erum með í dag. En eins og hann bendir réttilega á þá náttúrulega þetta mun hafa komið til með að hafa ennþá verri áhrif á þá sem að eru ekki einu sinni að þykja þessa þjónustu sem að þó til staðar þó svo að þessi engin framþróun í henni.
En eins og Heiðar bendir á þá sökin öll og liggur öll hjá ríkisstjórninni og ég ætla að spila fyrir ykkur annan bút úr viðtali sem var tekið við Ágúst Bjarna Garðarsson, þingmann Framsóknarflokksins, en hann stóð fyrir málþingi húsnæðismál í gær. Ég því miður komst ekki því ég var að þjálfa og mér þótti það frekar miður því að ég hefði viljað sjá hvaða loftfimleikar fóru fram þar. En þetta var viðtal í bítinu sem titlað Öll spjót beinast að seðlabankastjóra og ég ætla að vekja athygli áður en ég spilaði fyrir ykkur bútinn á því hvar Ágúst Bjarni nær að komast nokkuð kúnstulega að þessari niðurstöðu það að spjótin beinist öll að seðlabankanum. Ég ætla nú kannski í byrjun að leiða mér að segja að ég bara fagna mikillu umræðum húsnæðismál vegna þess að þau eru svo gríðarlega stórt mál, þau eru stórt efnahagsmál alveg bara frá efnahagslegum stöðuleika yfir í andlega heilsu fólks því að við höfum auðvitað bara þörf öll fyrir það að koma okkur öruggu þakki yfir bæði okkur og auðvitað fjölskyldur okkar og börnin og svo framvegis en að þessu sögðu að þá auðvitað hefur gengið vel, það búið að byggja ef við lítum bara til sögunara þá hefur verið byggt mjög mikið hér á Íslandi á síðustu árum, mjög mikið. Ríkið hefur stigið myndarlega inn í með hlutdeildarlán, fyrstu fasteign leiðréttinguna sem var hér nefnd fyrir þættunum að ég held og svo almenna íbúðakerfi, þessi stoppframlega íbúðir, óhagnaðardrifnu félögin, Bjarg, Blær og Bríet og svo framvegis. En ríkið líka búið að flækja fyrir og setja á auka skatt eins og var nefnt hérna áðan. Já, kannski lækka skattana. Ég skilu auðvitað þessi sjónarmið öllsumul, en ég held að þessi staða sem við erum í dag, hún tilkomin auðvitað bara vegna þess að hér hafa vextir hækkað gríðarlega. Þetta ég búin að segja áður, Seðlabankinn hefur hert lánþegaskilyrði gert kaupendum erfiðara með að kaupa, þannig að það bæði orðið dýrar að byggja og það orðið dýrt að selja. Á meðan þetta hefur átt sér stað, þá okkur að fjölga meira heldur en kannski svona áætlanir, við getum bara litið til 2015 þegar sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu komið sér upp svona svæðisskipulagi fyrir svæðið í heild, ákvörðuðu vaxtamörk, hvaða svæði mætti þenjast mikið út og svona áætlanir íbúðafjölda. Allar þessar forsendur hafa breyst, okkur hefur fjölga meira sem hefur bara sýnt okkur það að við þurfum að byggja meira og hvernig byggjum við meira, það gerum við auðvitað og lækkum verð í leiðinni vegna þess að það hefur verið mikil umræða einmitt lóðaverð. Það gerum við einfaldlega bara með fjölgun lóða og ég held að það sé algjörlega skýrt að við séum komin á þann stað í dag að við þurfum að bretta upp ermar og fjölga hér lóðum umtalsvert. Já, fjölga lóðum, en þá þarf líka að byggja á þeim og þá þarf að velja fólk til verk sem að ætlar sér að byggja á þeim, en eins og við heyrðum bara Gylfa Gíslason segja hérna áðan að hann baunaði nú svolítið á sveitarfélögin að það væri verið að velja verktaka sem að væri alveg ljóst frá byrjun að væri aldrei líklega til þess að gera nokkuð skapaðan hlut á þessum lóðum, væri með flottustu glærukynningarnar og grættu svo gríðarlega á lóðabraski. Já, og Jón Ingi talaði það í gær í Reykjavík síðdegis að hendur sveitarfélagana væru bundnar varðandi kvaðir á lóðir. Þetta svo óforskammað að segja að ástæðan fyrir því að húsnæðismarkaðurinn fari svona hratt kólnandi og að fólk geti ekki eignast húsnæði og náttúrulega húsnæðisverð hækkar, þetta kannski ekki endilega kólnaði ekki alveg réttur. Húsnæðis uppbygging fer kólnandi á meðan að húsnæðisverð fyrirsjáanlega mun náttúrulega koma til með að hækka gríðarlega á næstu árum, en það eins og segi, það hefur verið þessi eigna tilfærsla sem að við höfum samþykkt bæði á tímum COVID-19 og svo í áframhaldandi ríkisútgjalda vexti eftir það. Hann nefnir einmitt að ástæðan fyrir því að þetta sé að gerast út af því að Seðlabanki fór að hækka vexti. En af hverju ósköpunum þyrfti seðlabankastjóri að gera það aftur? Jú, út af því að þeir lokuðu hagkerfinu í 2 ár, tókuðu sjálf ykkur úr allri pólitískri ábyrgð, skrúuðu fyrir peningakranunum og setti tærnar upp í loftið og fóru bara í ykkar sveitafélag og fóruð að smíða palla og skrifa skáldsögur. Svo nefnir hann líka að það hafi verið fólksfjölgun sem hafi ollið þessu, sem var einnig mikil, einnig út af seinagangi og sinnuleysi stjórnvalda í því að vera með einhvers konar stefnumörkun. Og svo segir hann hvernig við byggjum meira, sem hann kemur líka inn á þá strax til kjölfari til þess að takast á henni vanda, hvernig við ætlum að byggja meira. Og ég hef nú rætt þetta áður, en stjórnmálamenn þurfa einfaldlega að hætta að segja að þeir séu að fara að byggja. Þið kunnið ekki að byggja hús. Hvað það að tala um? Eina sem að þið þurfa að gera og geta gert
að sko búa þannig hnútana að aðrir geti skapað húsnæði. En það eins og ég segi, bara stjórnmálamenn verðast einhvern veginn vilja svo mikið klappa sér á baki fyrir það að hafa búið til húsnæði og sko ef einhver tugir manna fara að byggja hús þá er einhver stjórnmálamenn sem kemur fram og segir já nei, þetta gerði ég. Þú gerðir þetta ekkert. Þú komst ekki nála þessu. Eina aðkoma þín við það að búa til þetta húsnæði var það að vera ekki fyrir. Þetta eins og svona taka svona, ég veit ekki, 6 ára son sinn á vinnusvæði eða eitthvað og hafa hann á staðunum þannig að hann geti svona hjálpað hann að geta rétt með spýtuna eða eitthvað, en það er svona, sko, það er meira aðkoma heldur en stjórnmálamennir gera. Þeir eru bara í því að skipuleggja og sjá til þess að aðrir búið til húsnæði. Þeir eru ekki byggja neitt. En eitt nefnir hann sem að er jákvætt í þessu ljósi og það er að auka aðgengi að lóðum. Og það hefur verið til umræðu að fólk sem hefur fengið lóðir hefur engin áform það að byggja á þeim og nú þori ég ekki að slá því föstu að svo sé ekki, en ég held einfallega að stór hluti þeirra sem að hyggjast byggja húsnæði fái sko úthlutaða lóðir en hafa síðan ekki bolmagn til þess að takast á við þann gríðarlega vaxtakostnað sem að er enn og aftur skapaður af ríkisstjórninni. Svo nefnir reyndar, mér finnst það svona eina jákvæði sem hægt er að taka úr þessu allavega þessu viðtali sem það getur vel verið að fór margt jákvætt fram, ég ætla ekki að vera alltaf leiðileg, ég veist að Ágúst Bjarni sé mjög fín einstaklingur, hann er örugglega mjög fín en eins og segi það var mjög mikið af dellu sem átti sér staði í þessu viðtali. En hann nefnir einnig Blæ og Bjarg sem eru húsnæðisfélög sem einbeita sér að því að búa til ódýrara húsnæði fyrir lágtekjuhópa. En eins og ég segi, þetta er hluti náttúrulega af vandanum að mínum mati ef að sérstakir aðilar fá sérstök kjör á sérstökum forsendum á sérstökum lánum fyrir hópa í sérstakri tekjutíund með sérstakar fjölskylduaðstæður á sérstöku húsnæði sem er byggt af sérstökum aðilum með sérstakt lóðaðgengi að þá verður það fyrirsjánlega alveg sérstaklega slæmt. Og það að eins og sko Ágúst Bjarni nefnir þá er það rétt að þurfa að byggja meira húsnæði en það er ekki gert með sértækum úrræðum því að sértæk úrræði fyrir sérstaka hópa fyrir, eins og ég segi, með sérstökum leiðum, með sérstök aðföng sko þetta leiðir náttúrulega til þess að byggingaframkvæmdir verða sjálfkrafa takmörkuð auðlind því að þau falla ekki innan þessara svona sérstaka hóps, það er að segja aðrir aðilar sem eru tilbúin til þess að byggja falla ekki innan þessara sérstaka hóps þannig að eins og segi, sérstök kjör leiða svo þannig til þess að útdeiling fermetra per einstakling verður skakt og tekjulægri einstaklingar sem eru oft á tíðum einstæðir og því með eina tekjustóð taka að sér mun fleiri fermetra heldur en þeir þurfa á að halda og ég þekki 3 sem hafa fengið svona úrræð og ég hef nefnt áður, ég er rosalega ánægður fyrir þeirra hönd en þeir einmitt hafa allir hlegið af því að þeir hafa fengið útlutað miklu fleiri fermetra heldur en að þeir þurfa á að halda og eru til dæmis með gestaherbergi og fleira þvímlíkt og þetta er bæði í Gufunesinu og annar staðar þar sem að Blær og Bjarg hafa komið að hlutunum og þetta eru aðilar sem að voru með sko í þeim aðstæðum náttúrulega að þeir væri með nægilega litlar tekjur en svo var það aðrir, svona fólk sem er fjölskyldur sem voru með ofháar tekjur sem að sitja þá eftir og þurfa að borga fyrir þennan brúsa. En að öðru, nú vita, aðalmálunur reyndar, þetta er eiginlega málunum dagsins sem er svona tjáningafrelsið. Nú vita eflaust flestir að það voru óeirðir í Bretlandi, það hefur þó minnkað þó svo að ég held að það sé mikil ólga sem að kraumar þarna undir. Óeirðina hófust eftir að maður stakk unga stelpur á Taylor Swift danstíma en óeirðina bindust að moskum og múslimum og innflytjendum þó svo að sá sem að framdi verknaðinn sé ekki múslimi en ég fór svo sem yfir þetta í síðasta þætti en sko eins og segi það er mikil ólga og sem að sko ég vil reynda að meina að þessi sko atburðir hafi svolítið ollið því að stíplan brast frekar en að reiðin hafi endilega verið bara út af þessum tiltekna atburð þó svo að náttúrulega reiði gagnvart þessum atburð hafi vissulega verið til staðar en það hefur verið mikið áhyggjefni hvernig breskt samfélag er að þróast það er mikið af innflytjendum sem að aðalagast misvel að samfélaginu og það hefur ollið ólgu á milli hópa en þetta voru miklar óverðir en einnig voru þetta sko mikil mótmæli sem að voru friðsamleg bara svona eins og gengur og gerist með mótmæli en það sem að hefur gerst í kjölfarið á óverðunum og umtali á internetinu
svona eiginlega það bilaðast sem ég hef séð. Ekki nóg með það að stjórnvöld þar í landi séu farin að sko deila út löngum fangelsvistum fyrir hluti það sem fólk að segja eitthvað á internetinu, heldur eru þau sko að reykja sér af því á samfélagsmiðlum sem að þau telja eflaust að muni vekja fólk þá til umhugsunar það hvað þau séu að skrifa á internetinu. Og nú einhver eftir að segja að það sé bara fólk að fá fangelsvirt fyrir það að brjóta og bramla og ráðast gegn lögreglunni og fleira þvíumlíkt, en það bara ekki rétt, því að þetta hefur líka verið gagnvart fólki sem að skrifa hluti á internetinu og það svona það sem að mig langar svolítið að setja fókusin á. Og nú kann að vera að fólki finnist eitthvað ógeðfellt við það sem að fólk að skrifa á internetinu, en ég held bara sko allavega með líka hvernig ríkisvaldið að haga sér þannig í Bretlandi að þetta sé bara nýr veruleiki, og hann ekki bara nýr út af því að fólk fangelsa fyrir orð sem að segja á netinu, heldur sko, eins og ég nefna líka bara aftur, sko tilhlökkun ríkisvaldiðsins sem að gera þetta svo ótrúlega galið. Hér til dæmis stutt myndband sem að UK Home Office birti nú ekki fyrir löngu. Hello, what's your name, please? Yeah, lovely. Expecting you. Yeah, have you like to come in? Yeah, just come. Lovely, thank you. I'll be expecting you. Og eins og ég segi, þá eins og ég sjáu hana, þú veist, ef við líka lásu það sem stendur þannig fyrir ofan hérna knock, eins og þetta sé svona, já, eins og ég segi, tilhlökkunin við því það að fangelsa fólk eitthvað sem maður hefur bara eiginlega aldrei séð áður. En svo hefur þetta náð meira að segja sko athygli utan Bretlands, þar sem að Elon Musk hefur verið kennt það að hafa ollið þessu út af því að hann leyfir frjálsa tjáningu þessa hluti á samfélagsmiðlum X. Hér stutt myndband þar sem að lögreglufóringi tjáir sig það hvernig Elon Musk hefur hagað sínum málum. We will throw the full force of the law at people. And whether you're in this country committing crimes on the streets or committing crimes from further afield online, we will come after you. Talk to me about that, because we have seen some high-profile figures whipping up the hatred. You talked about it in there with the officers, in fact, about this being added to by online commentary. I mean, I'm even thinking of the likes of Elon Musk getting involved. What are you considering when it comes to dealing with people who are whipping up this kind of behaviour from behind a keyboard, maybe in a different country? Being a keyboard warrior does not make you safe from the law. You can be guilty of offences of incitement, of stirring up racial hatred. There are numerous terrorist offences regarding the sort of publishing of material. All of those offences are in play if people are provoking hatred and violence on the streets, and we will come after those individuals just as we will physically confront on the streets the thugs and the obs who are causing the problems for communities. Aðtví að hann segir að sko ef þið eru utan landsteinana þá erum við að fara að ná þér. Nú, ég held reyndar að hann hafi ekki gert sér fyllilega grein fyrir því hvað hann var að segja þegar hann lætur þetta út úr sér, en sko aftur á móti þá þetta sko svo bilað að þetta sé orðið þannig að sko ríkisvaldið og lögregluvaldið telji sig geta sko ráðist gegn borgurum í öðrum löndum fyrir það að tjá skoðanir sínar á internetinu. Og þegar þeir eru að fara að hugsa það að reyna að ná til þegna annarra landa sko, og eins og segið, þetta aðalega bundið við það að þeim mislíkar við það sem öðru eru að segja Bretland á internetinu. Og ég veit ekki, kannski Bretar og Bretland að miskilja það hversu mikið heimsveldi það var í samanburði við það sem það er. En það sem sagt X-reikningur sem heitir, eins og þið voru að sjá, Home Office, þar sem þeir eru að birta myndbönd og skýrslur yfir mönnum sem hafa fengið dóma fyrir ýmislegt og meðal annars fyrir að tjá skoðanir sínar á netinu. Ekki með það að hóta ofbeldi, heldur bara fyrir að lýsa sinni skoðun á einhverjum hópum sem að þeir telja eiga ekki verið í Bretlandi. Og já, sumt af þessu eflaust skítlegt. En ég skil ekki alveg hvernig Bretar ætla að leysa vondar skoðanir með því að fangelsa alla sko sem að þær hafa. Og þá þetta eins og ég segi, orðið allhressilega nálægt alræði. Sérstaklega þegar hugsað til þess að fangelsin eru nú þegar smekkfull sem hefur verið að náttúrulega valda gríðarlegum vandræðum, og þetta var náttúrulega mikið til umræðu bara fyrir kosningarna síðast. Þar sem að einmitt þeir sem að tóku við, þar að segja verkamannaflokkurinn, sagðist þurfa að takast á við það að væri allt of margir í fangelsi. Núna eru þeir bara, nei, það er ekki stress, við fangelsum bara ennþá fleiri.
Svo annar hlutur sem að hefur verið nefndur í þessu sem að ég tel einfallega að vera réttur og það að ákveðnir hópar fá umtalsvert meiri athygli í þessum efnum heldur en aðrir hópar samfélagsins og eins og segi þegar óeirðir hafa verið að eiga sér stað þá öðruvísi tekist á við það. Nú ég engin sérstakur aðdáandi Nigel Farage en ég held að hann hafi rétt fyrir sér hérna. This is the most serious violence we've had since the Black Lives Matter protests in the wake, of course, of the murder of George Floyd back in 2020. Funny enough, Sir Keir Starmer, our Prime Minister, at the time of the Black Lives Matter riots, when police were being injured, when historical monuments were being torn down, he chose to take the knee in solidarity with the aims of those who were out doing the protesting and causing the violence. But now the boot's on the other foot. Now it's seen to be white, working class British people that are protesting. And by the way, I'm not defending violence in any way at all. No, now he wants to take control of the narrative. Now look, nobody should use any social media platform to genuinely spread hate or incitement to violence. And that free speech rule, I think all of us would support and agree with. But what we are allowed to do on social media, or should be allowed to do, is to speculate, is to ask questions, is to try and put facts out that wake up the rest of the community. And when you're engaged in something like that, you can never ever guarantee that what you say is 100% true. You may think it's true at the time. You may ask a question whether it's true. Now, Starmer, by cracking down on that, poses, I think, the biggest threat to free speech we've seen in our history. And Elon Musk has caught wind of this. You see, I think the reason Musk has been going for Starmer over the last week is he knows what the reaction is going to be. And can I just add, worse still, there is a proposal today that from the age of 5 years old, our kids in schools should be taught to spot extremism, to spot fake news and misinformation, and to use their powers of critical thinking to work out what's true and what's not. Now, by the way, I believe in critical thinking. However, if the parameters that are set are to say to every kid, if you read a post that questions net zero and global warming, it will be extreme content and a lie. If you read a post that even dares to question levels of immigration, legal or illegal, into Britain, that's extremist, then you start to set a narrative for a future generation that is fundamentally undemocratic. So I am very worried that the instincts of a left-wing Labour Party are to use this crisis to take away our liberties and our free speech. And this is going to have to be fought. Þetta svo áhugavert á marga vegu en þetta tiltekna dæmi sem Nigel Farage nefnir ástæðan fyrir því að hann hefur verið kallaður sem sagt, nýr forsætisráðherra Bretlands two-tier Keir sem náttúrulega Keir Starmer eða tvískinnungs-Keir þar sem að hann tilbúin að leggja blessun sína á mótmæli Black Lives Matter árið 2020 þar sem umtalsvert fleiri lögreglumenn særðust út af mótmælum í Bretlandi en allir sem að tóku þátt í þessum mótmælum eru öfga hægri menn sem að bera fordæma og já, nú kann einhver að segja að hvítir eigi ekki rétt á sömu tilfinningum gagnvart þróun mála eins og þeldökkir og já, þá kannski bara þetta allt eðlilegt og jafnvel ef þú segir að svo sé þá þarf samt að horfa til þess að fólk á rétt á því að hafa áhyggjur af þróun mála alveg sama hverja þær áhyggjur eru. Konstantin Kissin lýsir þessu ágætlega í nýju innslagi þar sem hann birtir nýverið. Let's shoot the messenger. In a book appropriately titled Is Reality Optional, Thomas Sowell once wrote, "People will forgive you for being wrong, but they will never forgive you for being right, especially if events prove you right while proving them wrong." It is therefore unsurprising that in the wake of the violent riots which have shaken Britain in recent days, the people who predicted all of this are in the crosshairs. Over the weekend, Alistair Campbell suggested that the police should investigate Douglas Murray for writing and promoting The Strange Death of Europe. Campbell is supposedly a mental health campaigner. He was known for screaming at underlings during his time in Downing Street and is currently positioning himself as the voice of Britain's moral conscience. He was the spin doctor, you'll remember, who helped Tony Blair lie the country into invading Iraq,
causing the deaths of hundreds of thousands of people. Murray's great crime, on the other hand, is writing a book which predicted with great accuracy everything that is happening across our continent today. And the people who ignored and dismissed him have the audacity to blame him for what is happening instead of themselves. As you know, I'm rarely lost for words, but the hypocrisy on display here is stunning. Nearly 2/3 of Americans now say that they fear expressing their political views, including a majority of Democrats at 52%, Independents at 59%, and Republicans at 77%. In Britain, nearly half of us feel less free to speak our minds, while only 20% feel more free to do so than we did a few years ago. Perhaps you've watched in confusion as men and women have been positioned not as partners, but opponents in some kind of battle of the sexes. It may have struck you that our conversations about race have become a way to separate us rather than bring us together. You may have watched in confusion as statues of historical figures were defaced or torn down by angry mobs. Perhaps your employer brought in someone to explain that being white imbues you with some sort of original sin, or that being black or brown makes you a victim of life. You may even have been on the right side of these issues for years. Perhaps you thought that only bigots worry about expressing their problematic beliefs, that men are toxic and white people should atone for the terrible crimes of their ancestors and their inherited privileges in society. You may have spent your life supporting progressive causes, giving money to charities for disadvantaged groups, and being on the right side of history. And yet, as J.K. Rowling discovered, your belief in basic biology may be your undoing nonetheless. Even if you're fortunate enough to have avoided direct contact with these issues, you may have noticed an odd feeling. What it is you can't explain exactly, and for now, it is relatively easy to ignore. Ég var nokkuð ánægður með að hann vitnar þannig í, eins og segi, Thomas Sowell það að veruleikin sé þannig að þeir sem að bera fram sannanir það hvað muni koma til með að gerast og þegar það reynst vera rétt að þeir eru oft þeir sem eru mest hataðir og ég vil eiginlega bara meina að það sé nákvæmlega það sem er eiga sér stað í þessum efnum að þróun mála hefur náttúrulega verið mjög vond, þetta var nokkuð fyrirsjáanlegt og ég held að sé fyrirsjáanlegt að þetta muni koma til með að gerast víðar í Evrópu að við munum koma til með að sjá fleiri svona hluti því miður, það er mjög slæmt að þetta sé svo staða sem er komin upp en ég ætla að spila fyrir ykkur aðra klippu þar sem að ég ræddi við Konstantin Kisin á sínum tíma en þar spurði ég hann út í það hvað væri helsta ógn við tjáningafrelsi og hér er það innslag. My listeners know that my favorite topic is free speech and you talk a lot about free speech in this book which I found very appealing. Now quoting your book, yes, technically we have free speech, but successive generations still need to defend it. Why? Because it is constantly at risk of attack from people that think they know better. Now that captures the moment perfectly in my eyes. What in your view is the greatest threat to free speech if you'd have to be specific about it? Cowardly government. Government, which is what we have at the moment. Because at the moment, the people who are demanding restrictions on speech, they are not in power. Certainly not in my country. In the US, they are and they aren't to some extent. It's hard to say. But certainly in the UK, and I don't know what the situation is like in Iceland, but over here, we have had a conservative government for 12 years. Which is happily going along with many of the demands of these activists. And from what I understand, they're going along with it because they don't really understand exactly what's going on. They're trying also to deal with the very significant challenges posed by the creation of social media and this new online world, which has changed the way we communicate. We're kind of living through a technological revolution of the kind that human beings have almost never seen, other than maybe the invention of the printing press and a couple of other major inventions that totally transformed the way human beings communicated. So these people in power are bowing to the activists. They're bringing in a lot of these progressive ideologues into the heart of government to train them how to not be sexist or not say the wrong things and whatever. And in their desire to maybe compensate for genuine problems in the past where, you know, if you go into the Houses of Parliament, I was invited to go for a tour by a friend recently, you know, you look around and it is obviously a very white male environment.
in terms of the people who are there now, in terms of the people who are on the walls and on the portraits and whatever. And I think that there are a lot of people in those spaces who feel guilty about that, who've been told they should feel guilty about that, and their response, their knee-jerk reaction is, well, let's bring in someone who can help us be slightly less racist or to be slightly less, or whatever it is. And they bring in these rather extreme activists who then implement these, get them to implement these very counterproductive policies like the ones in the UK, where we essentially have laws which criminalize what you can and can't say. If you say the wrong thing, you can be prosecuted, you can be investigated, you can be arrested by the police for posting a meme on your Facebook, for example. This is the extent to which it's gone. And this is the product not of just, the evil progressives, quote unquote, taking over government. It's because the cowardly government would rather pretend they don't know what a woman is than actually address these issues in the right way. Nú fyrir ykkur sem að vilja horfa á þennan þátt í heild sinni, þar að segja úr þessu innslægi sem ég var að sína, þá það á YouTube, ef þið skrifið Konstantin Kisin Quick Thought on That podcast, sem svona enska þýðingin á ein pæling. Það miklu betra á íslensku, en það eins og það Ég ætla að setja hlekk í lýsingu hér að neðan, en eins og hann kemur inn á þarna, þá þetta sjálfur sér nákvæmlega það sem að við sjáum núna víðsvegar langt út fyrir Bretland, því mér finnst þetta vera að gerast bara í öllum hinnum vestræna heim. Það kemi af ákveðnum svona bleiðu stjórnmálum sem að byggjast á því að í stað þess að takast á við áhyggjur fólks á þróun mála, þá gefið því undir fótinn að það að hafa áhyggjur af því hvernig stjórnmálin að þróast sé beinlínis ógn við einhvers konar svona samfélagssáttmála sem að búið að ákveða að við eigum að hafa. Og þá koma orðatiltæki eins og hatursorðræða og allt sé ómálefnalegt og eitthvað í þá áttina. Og eins og segi, af hverju þarf þetta að vera það? Jú, út af því að stjórnmálamenn vilja ekki horfast í augu við eigin gjörðir. Jú, þeir eru tilbúnir að benda á vangetu annarra stjórnmála þegar að þeir eru ekki í ríkisstjórn, en þegar að þeir eru loks kosnir þangað til þess að takast á við hlutina, að þá hallaði sér aftur og gagnrýna þá sem hafa áhyggjur af þróun mála. Og nú ég alls ekki að segja að Ísland sé jafn slæmum málum og Evrópa og Bretland, en orðaræðan hins vegar, svo sama gagnvart fólki sem að hefur áhyggjur. Mál Helga Magnúsar Gunnarssonar, sem að vara ríkissaksóknari en sem komið alls ekki þessu óskilt, en hann sagði nýverið að reynsla hans á dómskerfinu hafi leitt hann að þeirri niðurstöðu að við séum ekki með tök á því að takast á við þau vandamál sem að hafa fylgt ákveðnum hópi innflytjenda sem að hafa aðlagast illa að samfélaginu. Og nú ég ekki að segja að hann hafi verið að segja að þetta væru ákveðnir hópar frá einhverjum sérstökum löndum, heldur hann hafi sagt að þetta væru hópar manna sem að væru aðlagast illa að samfélaginu, og það gengi illa að takast á við það verkefni. Og hann hafði að sjálfsögðu verið ofsóttur í nokkur ár af manni sem að hóta honum og fjölskyldu hans. Síðan það var maður sem var loksins fangelsaður í 8 ár og hann þarf að dúsa það á Litlahrauni, eða hvað sem hann verður nú lengi. En Helgi Magnús tjáði skoðanir sínar á þessu máli og öðrum, og þá varð fjandinn laus og ríkissaksóknari, sem að ekki vita nákvæmlega hvort það sé yfirmaður hans eða ekki, segir að hann þurfi að vera, að honum þurfi að vera vikið úr starfi fyrir það að segja það sem hann hefur áhyggjur af, það að segja þróun samfélagsins. Og fyrsta sem ég langar að spyrja einfallega, hann ekki nákvæmlega sá maður sem að hefur þá innsýn í það hvernig samfélagið að þróast, og viljum við þá ekki heyra skoðanir hans á því hvernig samfélagið að þróast? Og jafnvel ef að svo ekki, viljum við þá frekar að hann leyni skoðunum sínum og hagar þá sínu starfi að þann máta að hann einhvern veginn hylur sína skoðanir á það sem honum raunverulega finnst. Ég man nú ekki hver það var sem að sagði, ég held að það veri Jón Steinar, sem að sagði að dómarar ættu að hafa svona rýmri heimild til að tjá eigin skoðanir, út af því að honum þætti bara stór undarlegt að telja að samfélagi veri betra ef að þeir skildu halda því leyndu, og þá veitum við ekkert það hvað þeim finnst. Arnar Þór Jónsson hefur örugglega sagt eitthvað á þessa leið líka, en hann einfaldlega hætti í sínu starfi út af því hann taldi tjáningafrelsið vera svo skert þegar hann var að starfa sem héraðsdómari.
En það sem kannski mikilvægara í þessu sko ekki viljinn til þess að þagga niður skoðanir þeirra sem eru okkur óþóknanlegar, sko heldur þörfin að vera að þagga niður þessar skoðanir, því að þetta byggir ekki bara á því að andstæðar skoðanir séu okkur óþóknanlegar, heldur byggist þörfin á því að aðrir fá ekki heyra andstæðar skoðanir og sjónarmið sem eru utan þess ramma sem telst samfélaginu hollt. Ég ætla að lesa stuttan bút úr bók Christopher Hitchens sem er eiginlega eina af mínum uppáhaldsbókum. Ég les hana allavega einu sinni ári, stundum tvisvar, en hún heitir Letters to a Young Contrarian og þessi bók fyrir ykkur sem eruð að horfa. Bók sem er eiginlega sko að mínumati skildulesning. Hann einmitt talar það að sögulega séð þá og allt sem ég búin að vera að tala í dag, þetta er ekkert nýtt. Heldur þetta bara eitthvað sem samfélagið alltaf að takast á við, þar að segja skoðanir sem eru okkur það óþóknanlegar að bara við viljum helst bara þær séu ekki til staðar og þá viljum við frekar þakka það niður, þó svo að náttúrulega sagan sýnir að slíkar skoðanir koma alltaf upp á yfirborðið sama hversu mikið orðin að þakka það niður. En hann einmitt að tala og ég ætla bara að lesa nokkra, Sir Karl Popper who could himself be a tyrant in argument, but who nonetheless recognizes that the argument was valuable, indeed essential for its own sake. Það að segja, Karl Popper sagði að allar skoðanir væru og ættu að hafa rétt á sér út af því að þær væru bara í sinni einföldustu mynd ættu alltaf rétt á sér út af því að annars myndum við ekki vita hvað verið ránt. George Orwell said that the prime responsibility lay in being able to tell people what they did not wish to hear. John Stuart Mill said that even if all were agreed on an essential proposition, it would be essential to give an ear to the one person who did not, lest people forgot how to justify their original agreement. Og svo heldur hann áfram, ég ætla ekki að lesa meira, hann tekur Rosa Luxemburg, John Milton, Frederick Douglass sem ég var að mynda að nefna upphafi. En eins og segi, þá við vitum ekki hvað rétt nema við vitum hvað ránt, og það það sem mér finnst vera svona svolítið rauði þráðurinn í þessu, og þegar við erum að tala málefni eins og útlendingamál sem náttúrulega þegar maður ræðir þessa hluti við hvern einasta aðila, að þá maður fær alls konar skoðanir, þau eru kannski ekki að bera fram opinberlega, en það eins og við sem að fresta því vandamála eiga raunverulega samræður þetta út af því að við viljum einhvern veginn halda samfélaginu í einhverjum, ég veit ekki, einhverju svona tilfinningalegu limbói í því að allt sé bara í himnalægi og enginn hafi neina skoðanir. En að síðasta hlutanum sem ég nefndi hér ofan, og ég ætla nú ekki að fara löngum orðum þetta, en Pretty Boy Choco sagði skítlegan nauðgunabrandara í þætti sem hann stýrði á samt Gústa B. Ég man nú ekkert hvað heitir þetta? Veislan, eða ekki? Veislan, ég held það. En hér búturinn, ég er að taka þetta upp, ég átt eftir að rekorda, en hérna þetta búturinn úr veislunni að ég held. Þú ert að tala við veisluna, hver var þitt atkvæðin? Ingo, takk fyrir mig. Bondi! Já, ég hélt með þér. Búm! Hvað heitir það meistari? Gunnar. Gunnar? Já, senda á mig á Messenger. Gunnar, kóturum minn. Gunnar, kóturum inn á pick-up-línu. We love you Gunni, we do. Ég á ekki svoleiðis. Ertu að koma til Eyja? Já, ég að fara til Eyja. Já, og það er makran kvelli. Mætir með botlaust tjald með þér? Nei, já. Hvað er botlaust tjald? Ekkert þarna. Herru Gunnar, þú ert kongur að senda á mig Messenger. Já, ég er alveg sammála að þetta sé lélegur brandari, en er hann líklegri eða ólíklegri til þess að læra af þessu með því að missa vinnuna eða með því kannski að halda starfinu og fá skýtleg komment sig á internetinu? Og það kom út nú nýverið, það kom í kjölfarið greinar sem að lýstu því að það væru bara einfallega engir nauðgunarbrandarar finnir. Og eins og ég nefndi hérna upphafi, þá ætla ég að svara þeirri spurningu hvort það væri til eitthvað sem héti fyndin nauðgunarbrandari, og ég tel að hann sé til. Það eru til finnir nauðgunarbrandarar, en þetta vant með farið málefni sem að krefst þess að svona þú sért með ákveðin skilyrði. Hér til dæmis dæmi fyndin nauðgunarbrandara. Right, okay. I'd like to make a complaint, please. Don't care. Well, I am staying in the hotel. I don't care, it's not my shift.
Well, you're an ambassador for the hotel. I don't care. I think you'll care when I tell think. you what the complaint care. is. I think there's been a rape up there. I got his attention. Get their attention. Sko, þetta náttúrulega, eins og segi, þetta sko, byrjum á því náttúrulega breska office fyndnara heldur en bandaríska office. Það alveg á tandurhreinu. En í þessum brandari það nauðgunar yrðið sem að gerir þennan brandara fyndið, en hann ekki að gera grín að nauðgunum. Það að segja, þú veist, hann að gera grín að sko, fyrirbærinu sem að þessi karakter og sko, svo ég kannski nefni og tek svona, hvað ég að segja, svona álitlegustu afstöðu sem að getur íhugað gagnvart Pretty Boy Choco, að þá hann líklega að segja í þessu innslægi út af því að hann tapar einhverjum leik þannig að gaurinn sé einhver skítall og að hann sé náttúrulega eitthvað bara svona ógeð fyrir það að vera að segja að leyfa Gústa B að vinna í þessum leik. Og eins og ég les í þetta þannig, en eins og segi, ömurlegur brandari, algjör bara, já, bara ekki spurning, en mann hugsa bara, já, erum við það bara, já, heyrðu, hann það bara að vera útgóð, þetta svona hot fuzz, þegar við sjáum myndina hot fuzz, það sem þið bara svona útrýma öllum sem að verða svona, sem misstíga sig eitthvað, og þá einhvern veginn verður samfélagi betra, en þeir náttúrulega, það kemur að ljósa að þetta sé náttúrulega mjög dystopískur veruleiki, en erum við ekki svolítið að skapa þennan dystopíska veruleika, með því einhvern veginn bara að halda fólki í einhverju svona siðferðislegri spennitreyju út af því að þau megi ekki einhvern veginn misstíga sig, og ég meina hver fyrir genur lífið á þess að misstíga sig. Ég hef ekki hitt mjög skemmtilega en merkilega einstaklinga sem að hafa aldrei misstígið sig. Þetta oftast, það örugglega ekki til sá maður, en ég meina maður sem hefur ekki farið genur neitt og misstígið sig ekki neitt, hann oftast að mínum mati frekar leiðilegur. En ok, það sem búið að ákveða það að Pretty Boy Choco eigi að missa vinnuna fyrir mislukkaðan brandara. En sko aðeins meira hérna Christopher Hitchens. Það eitt myndband sem að YouTube rás sem að heitir Morphing Reality gerir, sem að hann tekur saman ræður Christopher Hitchens, og hér brot úr myndbandi þar sem hann fer einmitt yfir það, þar sem hann talar sko hugmyndir málefnalega umræðu sem að mega eiga sér stað, því að málefnalega umræða í þeim skilningi sem að við ræðum hana hér í dag þarf ekki bara að vera sko skilmerkileg og nýta orðaforða sem telst til virðulegarar málnotkunar. Nei, það snýra því að sko hvað megi ræða og hvernig megi ræða. In my hometown of Washington, D.C., the obvious is a little bit harder to come by, but it is there all right. It's a more complex and a highly evolved obviousness. The mass media in my hometown deny any attachment or any allegiance to anyone of any kind. They have what I call the ideology of objectivity. The ideology of objectivity denominates the press itself not as the gatekeeper of any one party or issue, but as the generalized guardian of the consensus. In other words, there is a feeling on the part of those in charge of the mass media in Washington and New York that they have almost a state responsibility, that knowing their power, they are determined to use it, as it were, as a servant of the stable, the orderly, and the predictable. This lesson is of the first importance. The test, by the way, of the front runner is always the same test. That test is the word moderation. That is the only test to which a Democratic candidate, senator, governor, politician, or aspirant may ever be subjected by the press. Is he or is he not a moderate? You can see the same language, I'm sure you will hear it, in a different way in the everyday practice of Washington. Why should it be that the word partisan is an automatic pejorative in Washington discussion? Have you noticed that the word partisan is always an insult and the word bipartisan is always a compliment? If these words as used meant what they normally mean, what the consensus would be saying would be the following. If it goes on like this, partisanship, we'll end up with a two-party system. Now, I don't believe this is what they mean to say,
but this is the journalism that they actually commit. Always look, in other words, to the language. Always look at what's staring you in the face. Always look at the obvious. In any other discourse, of course, the same people would say that it was the proudest boast of the United States that it was the most politically pluralist country in the world, but its discourse gives away the secret. The secret is partisanship is to be feared because it would mean two parties. And the secret is that there is one party, that it's a Beltway party, a Washington party, a permanent party, the party of those in power, and most of those in the leadership of the Washington equipe of the press are members of it, and proud of it, and lucky, and afraid of the possibility of falling out of favor. Og glöggir áhorundur sjá náttúrulega nafni mitt birtist þarna í endan, en þetta algjör snillingur sem að ég styrki mánaðanlega og þá sérstaklega út af þessum myndböndi sem hann gerir Christopher Hitchens. En sko, eins og segi, ég fjalla áður ofríki samráðsins. Það var reyndar áður en ég hafði heyrt þessa ræðu, en hann einmitt nefnir þetta líka. Og þetta eiginlega, eins og segi, þetta nákvæmlega það sem við erum að ræða hérna. Það búið að móta samráð það hvað telst til ákveðinar umræðu og hvað telst til sko þeirrar umræðu sem má heyrast. Og þetta nákvæmlega ástæðan fyrir því að það uppþot í gangi að mínum mati núna í Evrópu. Það var reyndar, eins og segi, þetta var orðið mjög fyrirsjánlegt að eitthvað myndi koma til með að gerast og að hlutinir muni, og ég reyndar til að hlutinir muni koma til með að versna áður en að verða betri, en eins og segi, þá held ég að þetta sé, sko, að Bretar sé einfallega að, sko, segja, margt af því sem gerist í Bretlandi eitthvað sem allir að hugsa. Ég held að Helgi Magnús sömuleiðis, sama gildur það, reyndar ekki Pretty Boy Choco, ég held að enginn sé eitthvað rosalega spenntur fyrir því að fara að segja nauðgunarbrandara, en sko tökum hitt orðið sem hann nefnir, sem að sko ideology of objectivity eða hugmyndafræði hlutleysisins. Það að segja sko að hlutleysi sé í eðli sínu jákvætt því að þá ekki að styggja neitt. Og í sjálfu sér þetta ótrúlega sko mikil meðvirkni sem að við að sjálfsögðu sjáum á hennum ýmsu sviðum samfélagsins. Tökum bara tímabil veirufaraldursins sem dæmi. Okkur þótti bara eðlilegt að stjórnmálamenn fengi launa frí næstum 2 ára meðan að því tímabili stóð sko yfir einhver ótrúlegasta og orwellískasta svona, hvað ég að segja, svona handtökuskipun að gagnvart öllum borgurunum, það sem við þurftum bara að vera inni alveg sama hvernig okkur leið með það. Og eins og segi, við samþyktum bara þessi fyrirmæli og gerðum það í nafni þess að við værum að stöðva útbreiðslu veirunar úr varða sjálfsögðu fyrirsjáanlega gríðarlega há verðbólga sem hefur ollið eignatilfærslu til þeirra sem eiga húsnæði og frá þeim sem eiga ekki húsnæði, og það þurfa þeir náttúrulega að borga síðan meir, og svo náttúrulega félagslegum vandamálum sem við sjáum enn aukast. En svo náttúrulega, því að við erum að tala hérna lesturinn í upphafi, ég meina, hvað haldið þið að hafi, sko, hvað áhrif haldið að hafi haft að ungi krakkar á aldrinum 6 til 12 ára hafi ekki farið í skóla í 2 ár og hvaða afleiðingar með það koma til með að hafa á líf þeirra allt? Alveg fyrirsjáanlega það búið að hafa áhrif. Við aftur á móti, eins og segi, það erfitt að meta það hvað gerist ekki, en ég nokkuð vissum að þetta muni koma til með að birtast okkur á slæmanmáta. En já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Tíminn á þrotum, þetta orðið langt hjá mér. En ég vona að þið hafið orðið einhvers vísari eftir þessi yfirferð. Eins og segi, það einkennilegt hvernig svona réttar skoðanir eru orðnar að ákveðinni svona ofríkistóli. Það að segja að fólk sem hefur áhyggjur af þróun mála, það ekki hægt að svara því, það ekki hægt að svara því, það bara hægt að fangelsa það. En hvað þýðir það þegar við erum að þurfa að fangelsa ranga skoðanir? Það þýðir einfaldlega bara það að við getum ekki tekist á raunveruleikann eða að hann hafi eitthvað til síns máls. Og eins og segi, það mér finnst persónulega að vera eðlilegt að horfa til Bretlands og að Bretar hafi áhyggjur af þróun mála. Það ýmist bara tölfræði sem bendir til þess að margt af því sem að hefur svona verið bent á eitthvað sem að rökum reist. Við sjáum, og eins og segi, það að Helgi Magnús Gunnarsson megi ekki tjá skoðanir sínar á þessum málum sem hefur mikla reynslaði að vinna í þessu kerfi,
það segir okkur líka eitthvað til það í hvað sko, þróun við ætlum að stefna í þessum efnum. Það svona ástæðan fyrir því að mér langaði líka vekja sérstaklega athygli á þessu. Stjórnvöld í Bretlandi eru spennt fyrir því að fangelsa fólk. Menna, var ekki alltaf að tala það að það væri betrun að stefna í hérna fangelsunum. Þetta verðist ekki vera mjög svona betrunar hérna vistunarlega. Ja, þetta virðist ekki vera svona betrunar vistunarlegt ef ég veit ekki hvort það sé orð en það allavega orð núna. Nei, en þú veist ætlum við í alveg er svarið að takast á við vandamál að þakka niður umræðu og það hefur aldrei verið áður og ég meina nú segir fólk, nú erum við með samfélagsmiðla og það er allir orðnir sinn fjölmiðl og þá þurfum við einhvern veginn að passa upp á það að ákveðnir aðilar séum hérna réttu skoðanir og hérna blaðamannska hafa aldrei verið mikilvægari. Ég tel það alveg rétt. Ég reiði mig rosalega mikið að fjölmiðla að fara út á hverjum degi og ná í upplýsingar sem ég svo nýtið með því að hérna tala um að hérna. En eins og segi, það breyti því ekki að fólk á óháð því að hafa rétt á sínum skoðunum saman hvort að þér mislíkið er eða ekki. Og eins og segi, með Pretty Boy Choco, þú veist, skítlega brandari, en ég tel að þessi svona cancelun sé eitthvað sem að við réttilega hlæjum af í dag. Það að segja lélegan brandara á ekki að vera til þess að fólk missi lífsviðurværið. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna. Hafa það gott, þangað til næst.